Hafið göngu sína á þessum glæsilega föstudegi. Já, Auðun Blöndal var ekki að opna þennan þátt. Heldur þetta Steindit Junior sem að tala. Auðun Blöndal stattur erlendis og verður ekki með okkur í dag. En við erum nokkri hérna í stúdíónu. Það Egill Einarsson, hann við hliðina mér. Egill, hvernig ertu? Ég hef ekki verið betri. Þú hefur aldrei verið betri. Það sést ekki á þér. Það núna The Poop erlendis. Hann erlendis. Þið að enginn til að skamma okkur félagana. Enginn til að væli okkur og segja okkar að hafa okkur. Akkurat, við getum eiginlega gert svolítið, sko, við erum að fara að gera hlutina í dag. Þú ert gert niður við þá? Já, við erum að starta upp að geta niður. Vanlega með þetta blöðuröflið. Ég ekki að fara að standa upp núna og gera það niður. Ég er bara að segja að við getum gert það sem við getum gert helling í dag sem við gætum vanlega ekki gert. En við erum líka með gestastjórnanda og hann er rándýr Logi Bergmann. Hvernig ertu? Ég léttur. Ég sé það á þig, mann. Djöfull ertu léttur. Ég er bara meira áttar að koma með einhverjum. Já, það ekki. Meira. Það er æðislegt. Og við erum ekki bara þrír, við erum líka með Rikka G, dagskrárstjóra stöðvarnar. Hann er á tökkunum og er svona kannski smá að ritskoða þetta fyrir blöð sem er fjarverandi. Rikki, hvernig ert þú og hvað er að fara að gerast í þessum þætti? Er ég á tökkunum? Hvað þakkaði fyrir þetta? Ekki bara fara úr stúdíónu? Við kunnum ekkert á þetta. Jesus Christ, maður. Ég er eins og Logi, ég er mjög léttur. Maður verður að vera léttur. Er það ekki? Ég vil eftir léttur, maður. Ég sé það á þér. Og hvað er að fara að gerast í dag? Hvað er að fara að bjóða hlustendum um? Herðu, við ætlum að leika okkur aðeins að loga. Rímað og allt með þess að. Við ætlum að henda honum í sofa hjá, gifta, drepa. Það er alltaf að byrja á stöðulagi, vildur það? Þið ætlum að nýta það auðvitað í sig hérna. Varst ekki að tala um það, Egill? Já, það verður stuðlega þetta. Hann ætlaði að fá tróðin, ég veit það. Þetta eftir að bara velja hvað, en ég finn ykkur veislu. Það er mikið loga að heyra DJ Mosquito. Hvernig finnst þér Egill sem plötusnúður, Logi? Hún alveg er hinskilið. Það er plötusnúður í heiminum. Sko, það var fín spurning að koma í restin alveg hinskilið. Það er ekki... Svaraði bara spurningunni. Þessi steramúsíka, hún er ekki alveg mín, en sviðsframkoman er meira áttar. Og þú hefur mætt á ballið, ekki? Ég hef þetta gert það. Já, það er bara þannig. Það var mjög gaman. Á Akureyri okkur félagum. Hvað hlustar Logi Bergmann á? Þegar þú ert heima hjá þér, búin að setja 50-50 vodka í kók, hvað setur á fónin? Bara, þú veist, eitthvað. Þeir eru skýt sama. Já, þeir eru alveg sama. Já, ég er svona, þetta bara á, þú veist, bara Spotify eitthvað bara. Já. Þetta er með svona cozy playlist, eins og blöð með cozy blöð. Ertu með svona cozy Logi? Ég er ekki einn sem var að vinna við ákveðum mál og búin að setja frábæran playlist á og allt var einhvern veginn komið bara eins og átt að vera. Þá allt í henni kom lag með Stjána Stuð. Það var plasti í playlistana. Þegar hann var að henda sér á bak, eða? Já. Það getur verið. Svona að leggja allt upp einhvern veginn, annað kerti. Það er að krydda þetta. Og mætti Stjána Stuð, öskrandi. Það er ekkert að því. Við vitaðum ekki. Egill, þú ætlar að henda Loga í spurningakeppni Gilsa sem er vist einn virtasti dagskrárliðurinn í þættinum þessa dag. Já, ég er með spurningakeppni og í dag er spurningakeppnin þetta er King of the Gentlemen. Þetta er bara hvor er meiri herramaður, basically. Nei, þú, Rikki. Ætlar að hafa Steinda sem herramaður? Ég er mikill herramaður. Ég get ekki klúrað þessu. Nei, sko. Þú getur bara að gefa honum þetta núna, sko. Ég get lofa eitthvað því. Ég ætla að koma óvart í þessari keppni. Hugmynd Steinda romantísku deiti, það er sko fata og hvað sé. Sko, ég viðurkenni það. Ég er ekki sá romantískasti. Ég fæ stundum alveg smá skammur það. Ég mætti aðeins bæta með þetta. Þetta er ekki endilega bara romantík, þetta er bara líka svona herramaður. Og þetta eru sérst bara 15 spurningar og þið segir bara já eða nei hvort þið hafi gert ákveð, veist þetta, og þetta er ekki flókið. Algjörlega. Svo sem fleiri punkta vinnur og ég viðurkenni að Luigi er einhvern veginn líklegri, ég viðurkenni það. Já, ég meina það kemur. Þú er oft komið óvart. Já, ég hef komið óvart, ég hef unnið alveg marga keppnir. Og komstu mjög óvart. Já. Það verður sko spikveitið þáttur, strákar, í dag. Það er brakandi fest íslensk slúður verður á sínum stað. Ég get lofað eitthvað því. Það er í miklu upp á því. Það fá mjög mikið að e-mailum og mjög mikið að skilabóðum. Ég er kvarta undan því, bara við nefna að það er yfirleitt alltaf klukkan 5. Já. Þá er ég mjög ofta hlaupinn á lista. Já, þá nærði ekki að hlusta á slúðri. Þá missi ég ofta að ég veit það ekki. Er það ekki lifandi? Það kemur í ljós. Svona rúmlega ángrín samt þó auðvitað sé ekki, það er ekkert svoleiðis skemmtað. Nei, alls ekki. Og sér getur við líka nýtt Luigi út af því að nú á ég 1 grisling og Stonefokker og 1 grisling, þú á einhverja 20 grislinga. Þú hefur skiptað svona líklega, hvað ætlaðu að skipta mér kúkablöðum með? 200.000. Ég veit ekki. 200.000 blöðum. Byrjum þetta program, förum í sofa hjá, giftast, drepa eftir smá.
FM 95 blöð hér á föstu degi og þátturinn byrjar yfirleitt á því að það fari í slúður og ég búinn að liggja baki brotnu að finna góða móla. Ég með 3 slúðumóla í dag. Frekar leðilegt, Rikki, að þú hafir fundið 3 slúðumóla því að það enginn að fara að heyra það, sko. Akkurru? Því miður. En enginn að fara að heyra það? Nei, því ég með slúðrið í dag. Egil að fara hendi í slúðri. Akkurru gæst ekki sagt mér þetta? Ég að segja það. Já, ok, þú sást ekki því ég var að pikka í tölvun á hann og ég var að finna ykkur slúðumóla. Gæst ekki auðla því út þá? Ég hefði getað yfir ekki, nei, nefndi ekki. En ég að segja það nú. Verði ég með því sem þætti bara yfir höfuð? Já, þú tæknir maður ekki. Hvað er þetta? Já, hvað maður? Hendur sko bara þetta því afturkvæmt eftir viku. Sko, ég er með 3 móla. Já, hvað ætlar að bjóða þú? 3 rándýri móla. Þetta er mjög mikilvægt, við verðum að ræða þetta. Ok. Ég ætla að byrja á Miley Cyrus. Já, ég er í tímæli, alveg fyrir allir. Það er alltaf gert á hendur nú. Já. Hún er að fara að túra aftur. Hún er alltaf að túra og svona, sem er ok. Hún er bara að túra frá 19. november til 7. desember. Ég er að fara að bóka mér miða á þetta. Við erum allir að fara að bóka miða á þetta. Það sem er sérstakt við þessa tónleika ferð hjá henni, þessari yndislugu manneskju, er að hún ætlar að vera allsber á sviðinu. Og hún elskar að hneksla fólk og hún að taka á næsta level núna. En ef þú ætlar að bóka þig á tónleikarnar, þá er þú líka að vera allsber, þannig að þetta verður 70 mann tónleikar, allir allsberir. Myndið þú fara, Logi? Já. Ég veist mjög spennandi. Sko, býtu, hvar ást að lesa þetta? Hvar verður þetta? Hún er bara að fara að túra, þetta er bara það sem er að fara að gerast. En málið er að, þú veist, það er að rjúka út miðandir á þetta. Það er það sem er skemmtilegt við þetta. Já. Og þannig að fólk það verður allir nægt. En ég velti fyrir mér, það verður allir allsberir þarna og hún var líka og þú veist, en eitt sem ég skil ekki, hvað er þetta með símaðin? Við fyrir afskallum með Nei, þú mátt greinlega ekki vera með síma. Það lítur að vera þannig. Er það? Já, það lítur að vera, en málið er sko eins og bara að þú ferð á nektarströnd þá Já, engin símar. Nei, þú bara illa séður og tekur upp síma hann er 70.000 manns og allir á tillanum maður. En er ekki einhver sem er að smigla síma en það er mynd af Miley og öllu liður, það er allir allsberir hérna? Já, reynið það. Þetta er gott koncept hjá henni, er ekki ánægð með það? Það er pottet einhver sem mæti með börnin inn í rassinu. Ég er ánægð með hvernig hún er að mæta nekt og nektarumræðu. Hún svona taka Fríði Nippúl alla leið. Hún kerði Fríði Nippúl í gang löngu áður en Íslendinga pekkuðum þetta upp. En sko, jú. En sko, fleiri mólar. Já, hörðu, Patrick Schwarzenegger. Egil. Hvað er að þér? Það er að frétta honum. Hörðu, það er allt í gangi í honum. Eins og ég sagði daginn, hann er að leika í rándýri mynd. Þau eru með þess að hægt saman. Hvað myndir hann? Midnight Sun? Midnight Sun. Á móti frábæri leikonu. Nei, það er ekki zombie mynd. Hver er Patrick Schwarzenegger? Sonur Arnold Schwarzenegger. Það er datt hann endar í hug. Já, hvað meinar? Hver er hann? Síðan annar en Arnold. Hann var að deyta Miley daginn, sko. Já, meira. Hún sparst af við að Logi, hann er ekki að grínast með þetta, sko. Nei, svo var hann Ég gera lítið úr því. Strauk, sko, fyrirvændi konu sinni á bakinu í partí og það var allt vittlust. Nei, í Mexíkó og úti hátíð. Ekki fytti fyrirvændi. Rétt snerti bakið á henni. Var papparazzaður og allt fór í abboskýtju honum og Miley. Já, hún var smá overreacting en Veist, hann var ekki sleik. Hann strauk bakið á henni. Ég hef nú aldrei verið í tím Patrick Schwarzenegger, sko. Hvað af hverju ekki? Er þetta ekki bara ástæða fyrir það? Alls ekki. Hvað er hann og málið er að sem ég segja, slúrið með hann er hann setti mynda sér á Twitter og Instagram með daginn, berum og ofan búinn að raka bringuhorn á sér og skrifaði þarftu vist að taka bringuhorn af mér þar sem ég er að leika sundkappa því Midnight Sun er hann sundkappi og þú máttu gera líkamsár þar og ég sá bindun á berum og ofan. Wow. Jesús minn almáttur. Hann er að koma til toppstand. Ég er farin að hafa virkilega áhyggjur aðeins. Maður spenntur hérna inni. Ég er farin bara að hafa verulega, ég er ekkert að grínast til. Ég er verulegar áhyggjur aðeins. Akkur er þetta svona mikið spenntur? Akkur má þetta en Siggi hlöð, þú mátt ekki taka Sigga hlöð. Nei, ég skil ekki. Ég bara næðis ekki. Nei, sko, Logi, ég gerir mig grein, það er grín. Þetta er ekki grín, hann er að meina þetta. Það er þriðji mólinn. Okay. Lamar Odom sem liggur nú upp á sjúkrahúsi. Og öll Kardashian fjölskyldan eins og leggur sig í sjokki. Og ég er í tím Lamar og ég er í tím Kardashian og hann skellti sér á vændishús helgina. Hann skellti sér ekki, hann var þar heila helgi. Hann eitti $75,000 manninni og hann sem pikkar upp í sjúkrabíl. Það er nákvæmlega sem gerist og
Við vonum að hann liði þetta af, en það sem ég að velta fyrir mig, $75,000. Það eru 10 kúlur. Hvað var hann að gera þannig? Nákvæmlega. Kosti ekki verið kampænsflöskur. Mér dettur mjög svona fátt í hug. Já, hvað geta hann verið að gera? Hvað geta hann verið að gera? Maður mændi svo segja 10 milljónir. Hann hefur leikt einhverja myndir á vottinu. Það er bara eitthvað hljóð, sko. Við hann pantað eitthvað potið. Hann hefur verið eitthvað á eBay og eitthvað svona. En sko, hann var pekar upp í sjúkrabíl. Hann var þarna heila helgi. Eina sem kemur mér á orti, ég var að svetta þetta. Þar er það upplýsingafulltrúi vændishússins. Já. Eru þau með sérstakann upplýsingafulltrúi? Þetta er rosa skrítið. Og hvernig staða er það? Að vera upplýsingafulltrúi vændishús? Já, bara ef eitthvað gerist á þessu vændishúsi, þá verður þið bara að tala við þennan gæja. Þetta er staður sem veltir milljörðum með 10 kúlur hérna á einni helgi að þú þarft upplýsingafulltrúi, það er bara hann. Já, getur verið. Sérstaklega lendir ykkur svona í vesinu. Lamar, NBA stjarnar kemur hérna og... Hvað er hár? Hann er náttúrulega 2,20 eða eitthvað. Já, þessi ekki vesinu með rúm og svona. 100%. Já. En ekki svo Rikki, 1,20 aðeins, sko. 2,20. Já, 2,20. Ég veit þetta ekki 1,20, ekki eftir í þær. Þetta er slúður pakkin í dag, en ég lofa þér ekki, minn pakki er betið þinn. Ég held þú myndi komin á McCullough Culture. Nei, nú stoppum við þá. Mér fannst bara svona, eins og hann var í pottet á þessu húsi. Hvað er frétt af honum? Ég held að hann væri pottet á honum lengi. Hann er ennþá á þessu hóruhúsi. Já, er hann clean núna? Alls ekki, hann er á dælu. Er hann að leika eitthvað? Hann er á bullandi dælu, ég get lofaði því. Er hann að leika eitthvað núna, veistu það snendi? Nei, ég held ekki, ég held að sé að tala inn okkur auglýsingar. Já, tala inn auglýsingar. Það er ekki brjála að gera hann. Hér er þetta smástund, sofa hjá, drepa, giftast. BK kjúklingur. Kjúklingasamloka eins og hún gerist best. BK kjúklingur, Grensásvegi. Tryggðu þér Vodafone Play Medium með 1000 klukkustunda af gæðaefni, úrvalskvikmyndum, breskum verðlaunaþáttum og skemmtilegu barnaefni fyrir 2.590 krónur á mánuði í nýju og betra Vodafone sjónvarpi. Vodafone. Við tengjum þig. Nú hafa 2 nýjar bragðtegundir bæst við í Blink-flóruna. Þú fær Blink, nýtt og ferskt bragð í næstu verslun. Það er alvöru djús úr ferskum ávöxtum, Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Prófaðu það nýjasta. Prófaðu XO. Holla skyndibittan sem allir er að tala um. XO. Jóðaklúsinu, Vesturbæ. Besta sætið fyrir enska boltan er á enska varnum við Austurvöll. Fáðu þér svo fyrir æfingar, brjáluð orka og brennsla, aukinn vöðvamassi, styrkur og úthald. Vaxtarvörur.is. Á Fresco er allt búið til frá grunni. Hollur skyndibiti sem bragðir af. Fyndu ferskleikan á Fresco, Suðurlandsbraut 4. Var frítt far með rútu í bæinn helgar. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Já, velkomin aftur í 95 blöð á 957. Þarna varst ekki að opna eins og ekta FM. Nei. Hressari. Já, ég veit það. Já, komið sæl og blessu þér að hlusta á FM 95 blöð. Hér á FM 95. En erum við, sko, Rikki, gaman að hafa þetta því að mér langar að spyrja hennu. Þurfum við að tala svona? Eins og hálfvitar. Nei, ég veit ekki hvaðan þetta kemur. Þetta er eitthvað sem Egil bjó bara til á tíðinu. Það hefur enginn talað svona. Hér á FM. Ég hef bara ekki heilt einn út af mann tala svona. Ég hef aldrei heilt neina manneski tala svona. Fullkomin virðing fyrir vinnufélagunum. Við tölum bara svona. Þú voru vinstalli næsta vinnupartíu á FM. Já, meira. Eins og hálfvitar. Það vona bara allir sig ekki að hlusta. Nei, Pétur Valmundar maður reyna að kýla mig. Hvað eru að fara í núna félagarnir? Herru, við erum að fara í sofa hjá, drepa, giftast. Yes. Og ég tók á mig að sjá þennan dagskrálið í dag og er mjög spenntur að ég leiði ykkur að heyra nöfnin að því að Logi, þetta eru menn sem eru svona, ég veit þú kannast við þá sem gerir þetta erfiðara. Auðvitað gerir þetta alltaf okkur, hann velur menn sem við kannast við og höfum hitt og hittum og rekumst á reglulega, það gerir þetta töluvert erfiðara. En mennir í dag, og þetta eru 3 menn og þetta er sem sagt Bjarni Ben, þetta er smá pólitíkus af þeim. Bjarni Ben, Sigmundur Davíð eða Gísli Martin, af því að hann var einu sinni í pólitík. Sofa hjá, giftast, drepa. Sofa hjá, giftast, drepa. Við segja svona, send upp í sveit, við getum kannski orðað, ef það er einhver ungeiru að hlusta, þá bara er einn aðeins með sendur upp í sveit og kemur kannski aldrei aftur. Sko,
Þetta er kannski auðveldar við mig. Já, það er bara einn sem tekur eitthvað í bekk, þannig að þú ætlar að potta svo í honum. Sko, Egill, hvað? Ég er bara að renna inn í Bjarnabenn, það er bara þannig. Ó, ég bara akkur reynir ekki að fara að fýtna í þetta. Hvað meinar þú? Hvað meina ég? Þetta er... Bjarni Ben tekur 110 bekk. Bjarni Ben tekur hann tekur ekki 110 bekk. Ég sé hann taka 110 bekk. 110 bekk, já. Það er endar alveg, sko, hvað ætli ég takk í bekk? Ég hef aldrei farið í bekk. Stöngina? Stöngin, ég tekið stöngin, ég tekið allavega 80 kíló bekk. Mestalagi 60 kíló. Nei, þú tekur ekki 80 kíló. 60? Hvað er það? Er það að segja Bjarni Ben sé helmikið sterkar en ég? Já, nei, þú tekur svona, ég held að ná 50, en þú fer ekki mikið 50. Ef ég myndi ekki ná 50, þá bara... Herru, við ætlum ekki að vera að tala um hversu. Þetta er ná 60. Ég myndi pumpa upp 80 allavega 80, ok, maður veðja? Ég skal skokka á eftir einhverju rækina. Hvað erum að veðja? Hvað býttu, þið eru með lóð? Nei, við þarfum að koma að veðja. Nei, menn að bara, þú veist ekki að það gerst á mándaginn. Já, bara kíkja inn í sporthús. Ok, ég myndi ná 80 kílóum einu sinni upp. Já, ok. Ég veit ekki eins og hvað ég er að... Hvað með bara gamla góða kassa af ísköldum bjór? Ok, ég er til það, kassabjór og ég þarf að rífa upp 80 kíló Fylgist með á FM 95 bló snappinu. Já, það fer á snappið. Tökum þetta mándaginn. Akkættilega sjóðu reyna því á sig. Ég held að hann er drulla á sig. Hvað ertu búin að vera lengi í rektinni? Ég hef aldrei, ég hef nokkuð sem stíði fætinni líka sagt, en þá er það ekki til þess að fara að lifta lóðum. Það leita ekkur bara. Nei, það er bara svona að við erum í tökum eitthvað fíblaskapur, en hérna, nei, ég hef aldrei, sko, ég finn að hlaupa. Ég get hlaupið nefnilega, sko 10-12 metra? Nei, 10-12 kilometra, ég get hlaupið 10 kilometra. Af hverju ertu að hlaupa? Ég get hendt í annað veðmál, ég geti farið út núna. Jú, ég er með bílpróf. Af hverju ertu þá að hlaupa núna? Nei, ég myndi aldrei fara út að hlaupa núna bara, ég bara gæti það, ég myndi aldrei gera, ég myndi aldrei fara, ég fara út að hlaupa strákar, þegar ég er completely insane og ég ætla bara út að hlaupa út af engu. Herru, ok, en allavega. Þú myndir svo hjá Bjarni Ben. Já, út af því að Sigmundur Davíð og Gísli Marteinn, hvað ætlar að gera við þá? Hugsaðu nú vel ekki fara strax að... Sko, ég þarf að drepa annað hvort Sigmund Davíð eða Gísli Marteinn. Já, þú veist bara, við getum bara lóað þegar sendum í sveit. Það endar eins fyrir þá. 6 fet undir. Þú orðar þetta. Já. Þetta er mjög erfitt, hvernig ég á að senda upp í sveit þarna, sko. Því að Gísli Marteinn er svona, hann er mjög viðkonlegur og hann er fallegt bros og falleg glerugu og... Lítur út fyrir 26 ára. Það verður svona sorg. Sigmundur Davíð, þú veist, þú ert toppmaður líka. Sko, þetta er... Shit, ég er aðeins að, sko, getur þú ekki byrjað að Logi að senda eitt upp í sveit? Logi, ef við sendum aðeins inn, hvað myndir þú gera? Ég myndi ekki senda Gísli upp í sveit, hann er alltaf á mátunar og höstaskvöldum og það er fínt að hafa bara í sveitinni. Já, þú myndir senda Gísli upp í sveit? Þetta er þetta frábæra punktur. Þetta var fyrsta. Eins og hann er, sko, einn af mínum allra bestu vinnum, sko, þá er bara fínt að hafa hann í sveitinni. Losna við competition hana. Já, ég get ekki bara senda hann á kaffihúsið bara, hann er þar hvort það er svo ógeðslega mikið. Já, undir kaffihúsið, alveg grafin undir það. En sko, Sigmundur Davíð og Bjarni Ben, ég ætla nú bara... Nei, ég get ekki drefið Gísla. Þú varst að senda hann við sveit? Já, ég get það ekki. Hvað, ertu að spája að sofa í honum? Nei, giftast honum. Ætlar að giftast Gísla? Já. En hjá hverjum ætlar að... Þið sofa hjá Bjarna og drepa Sigmund. Ætlar að drepa Sigmund, akkur? Ætlar ég báður að sofa hjá Bjarna? Já, ég... Séð gæjan eða? Hæ? Ávaxinn dökkar, myndalur. Er það af því að Sigmundur Davíð er með eitthvað? Er ekki meira að sofa hjá Gísla? Er ekki notalega kúra í honum? Já, hann er meira petit. Notalega kúra í honum? Við erum að tala um Sigmund Davíð. Hann er, sko, Sigmundur Davíð er eins og heitur opn að kúra við, bóttið. Og er bara svona, hann mjög þægilegu kúrari. Sko, ég þarf að giftast á annað Gísli Marteinn eða Sigmundur Davíð. Þetta er mjög einfalt, hver er meira cash? Já, það er Sigmundur Davíð. Þannig að því miður Gísli, útfarn upp í sveit. Það er bara hann. Gísli farin upp í sveit. Ég ætla bara upp í sófa. No kast til hann á heimilinu. Ég gera neitt. Hóra sjónabið. En þú stendi? Ég? Rikki, en þú? Hvað myndir þú gera? Ég er svolítið sammála Gilsa. Ég myndi senda Gísli upp í sveit. Hvað er að ykkur? Gísli. Hvað er að senda hann upp í sveit? Ég ætla að kúra hjá honum. Hvað sendir þú upp í sveit? Ég þyrfti örglega að ég myndi ekki, ef ég var alveg hreinskilinn, ég myndi giftast Gísla. Ég þyrfti ekki að senda Bjarni upp í sveit og sofa hjá Simma D. Það er enginn búin að fikta í honum hér í stúdíónu. Ég þyrfti ekki að taka á mig. Þetta er algjörlega fáránlega umræða. Á, þetta kom inn. Þetta var besta lag sem samið hefur verið. Flestir sammála það.
Já, allir. Hvað var þetta? Ég var ekki eins og að hlusta. Það getur ekki. Rain Over Me. Rain Over Me. Með Pitbull og Mark Anthony. Það er besta lag sem við erum saman. Nefndu mér eitt betra lag, Logi, eitt betra lag. Ég bara, nefndu eitthvað annar lag. Bara eitthvað annar lag. Já, komdu með eitthvað lag, ég menna, ok, bara... Einar áttavildi til dæmis. Já. Það er einn besta lagsmíð allar tíma. Ég sá mér hvað mörg views á þetta YouTube. Ég hörði, ekki nema 629 miljón views. Já, þá var það að Gangnam Style betra. Já, Gangnam Style. Reyndar, ég hata hvað Logi með háa grönda þegar Steindi aldrei kveikt þarna, sko. Ég veit að hvað meina. Hann kom með Einar áttavilda sem með 1 views. Og það er Einar sjálfur. Já, það er Einar. En við erum að fara í spurningakeppni Gilsarans og núna er Blöðpúp Erlendis sem þýðir ég get spila trailerinn minn allan. Yes! Ég fekk samt skilabóð frá honum að ég mætti spila helmingin á honum. Getum eiginlega ekki spila hann allan. Ekki, þú ert ekki að fara að hlusta á Auðun Blöndal sem er núna Erlendis fullur í ykkur rugg. Hann er líka bara eins og allir aðri trailer á svona stöð. Hann er ekki með 2 mínútur. Byrjum allavega og svo köttu hann. Ekki að köttu hann. I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Sama. Þetta er búið. Nei, þetta er ekki búið, en þetta er búið. Jesús minn. Herru, þetta er komið gott. Þetta græði ekkert á því að blösi í fríði. Höfum þetta bara svona lágt undir. Þetta er svona langa trailer og þú er að segja eitthvað annað en eitt orð. Ég segi, I'm gonna ask a question og I'm gonna need an answer. Þetta er spurningakeppni, sko. Já, ég veit það. Það verður allavega hana King of the Gentlemen. Og þetta verður, já, vonandi hörð keppni. Já. Og og þið bara, þetta er mjög einfalt, ég spyr spurning og þið svarið. Já. Fyrsta spurning, þegar þú ert að borða með konuðinni, hellur þá fyrst í glasið hennar áður en þú hellir í glasið þitt? Það er sjálfsög. Það er punktur að loga. Absolutely. Akkur hikaðu? Já, sko... Ég get hringt í konuðinu eftir, ég með númerið. Já. Það er bara að ljúa. Steindi nota, það er búið að hella í glösin á KFC, það er bara, hann setur rörið fyrst í konu. Ég set alltaf rörið fyrst í henni, nei, málega það, auðvitað gerir ég það, þú veist. Ok. Ég gerir það, ég hikaði bara svona því að, þú veist, það hefur potið komið bara svona, bara einhver ferna á borðinu og menn bara hella sér í og bara allir að borða og svona, en auðvitað gerir ég það. Ég ætla að vona að segja satt. Já. Þegar þú og konan er í bíltúr, þau eru komin á leiðarenda, ferð þú út úr bílum, tekur sprettin yfir og opnar fyrir henni hörðina? Fer ég, bara kominu Ferðu út sko og opnar fyrir henni? Opnar fyrir henni, hún setur bara kjöt. Ég er bara skautlinn einhvers þar í skeifunni og við erum bara svona, herri, ok, þú veist, kissana bæ, herri, já, heyrstu eftir og svona, drepa bílnum, fer hringin og opna. Nei, bara hambrasuð, drepa bílnum. Já, just það, nei, ég ger það ekki. Ok, þú færði því miður ekki punktan, Ég ger það ekki, en þegar kemur leigubíl, þá opna ég alltaf fyrir henni. Já, leigubíl. Já, þegar kemur leigubíl. Þegar maður að koma að bíl, þá opna ég alltaf henni. Hann er samt svona, já, þú veist, hann nánast punktur, en ég samt Þú ert ekki að fara að gefa Loga punkt, hann er búin að segja nei við þessu. Nei, það er 1-1. Já, það er 1-1 sko, Rikki er dómarinn, þú var að vera að fylgjast vel með. Mér finnst þess að eigið sér alltaf að slæta stigum á þetta. Ég er sammála, það er 1-1. Það eru 14 spurningar og það er 1-1 og ég er komin á spurningu 3. Hefurðu farið úr peysu eða jakka og sett yfir konuna þegar henni er kalt? Já, hefur það gerst? Já, maður hefur gerst það, já. Margóf. Já, ok, punktur skal bóða. Þegar konan er að segja sögu, til dæmis að segja frá deginu sínum og svo framvegis, hefur eitthvað tíma geispað á þess að halda fyrir munnina þér? Nei. Ég kreft þess að vera settir ligamæri. Nei, sko málega er, ég er að hugsa tilbaka og ég er að vera mjög hreinskilinn. Ég er mjög hreinskilinn, ég lík aldrei svo þetta. En sko, þú veist, ég hef alveg einhvern veginn ekki verið að hlusta, sko. Ég veit ekki henni það. En ég veit ekki með geispir. Ég geispar fólk bara allir með ég geispa mjög sjaldan. 100% skemmta. Þetta er bara, þið miður ekki punktur. Þú verður bara... Sko, ég veit samt ekki alveg. Nei, allir hann okkur. Ég kannski ekki koma að gespa það, ég veit ekki henni það. Einhvern tíma. Ég er ekki viss. Minnst ég að fá hálfan. Það er 3-2 fyrir Loga. Tekur fram á strax. Hefurðu kysst konuna út í rigningunni?
Út í rigningunni, já Akkur alltaf strax var hann að horfa mig og efast mig læta alltaf eins og sé að ljúga öllu hvað mér heldur ekki átt rigning úti og maður smellir einum Jú, ég ætla að fá stig fyrir þetta alveg potið Það bara hann Ok En já, hefur gefin í morgun verið í rúmið? Já, ég gerst það líka Hvað? Ekki vera efast allt sem ég segi Ég verða þá Ég man ekki hvað Ég bara bacon og egg eða eitthvað svona Ég man ekki hvað Ég fór ekki að baka eitthvað stóra köku Nei, það er 5-4 fyrir Lóa Þetta er spennandi og að koma að spurningu 7 Hefur þú gleymt ammælinunar? Nei Aldrei Logi, erst þú ekki að vera klár og segja allt dagsatt? Hún er þetta verið sko í útlöndum núna 4 síðustu afmæli Já Þú glemtir ekkert að ringja á Nei Hún myndi þess að á það Nei, aldrei Ég er alltaf Logi klikkar ekki þessu Skellur er þetta Ég vissi að hann ekki klikkað Hún var alltaf svolítið í Peru núna Hún átt afmæli bara núna 11. Já Ég var alveg með það En hefur þú lesið sögu fyrir hann fyrir svefninni og hún er með að sofna? Hvað heldur þú sem að deita eitthvað 6 ára stelpur eða? Ok, við erum Rugglir í þess, lesa sögur Við erum með konur sem eru nálægt okkur í aldri, skilur Þess konar Það er að tala Ég verði að spyrja það skrata sem K.O. frá Loga því miður Það er eitthvað að vera að býta Pokémon spila við það líka Það er vitlis er þetta Hvers konar sögur líka Að lesa sögur Þær geta að lesa sjálfar eða vilja lesa Ansveitin hafi það Það er svolítið Ok, nei Já Ok, Ef þú ert að fara að spyrja hvort þú fari í þveng enn og allir þá beilast ég og ég gengi þann út Það tengist þess ekki neitt Nei Varst að fara að gera það? Nei En Hann er búin að spyrja alltaf sömu spurninguna hvort við höfum farið í G-streng einhvern tímann á æf okkar einhverju fíblaskap Ég við ekki að það væri gaman að sjá hvað Logi segir því, ég við ekki að En næsta spurning Smjattar við mataborðið eins og er ekki G þú ert að borða með konunni? Nei, aldrei Það er punktur á Loga og þá Steindi er ekki alveg viss greinlega Ég er skammaði mikið fyrir þetta heima sko Nei, það er svolítið Ég sá þig bara á hann, þú vart að borða Ég smjatta Ég smjatta sko, það er ríkalegt sko En þú veist, ég held samt að ég sé bara að tyggja hátt einhvern veginn Ég held að sé alveg með loka Já, eða sötra og svona Já, ok Jú, djöðlir ég kom illa út úr Ok, það er 7-5 Hann er ekkert að rústa Hvað er margir spurningar? Það er ekkert margir að öfunda Ég er á spurningu 11 núna Sko Rekur við fyrir fram á konuna Þetta er spurningu 11 og ég er með 7 stig Já, þú fær ekki alltaf stig, skilur Nei, ég er bara að mista af 1 stigi Nei, þú ert búin að þú skeist á hann í það með eitthvað Nei, hann hafði aldrei farið í þveng Þessu spurning er ekki komið En byrju, en sko Ekki að flækja þetta fyrir Nei, en ég spyr samt, þetta er sko mjög skrítið hvernig þú telur þetta Hvernig getur þú 7-5 eftir 11 spurningar Erum við ekki bara búin að klikka á 2 spurningum? Þú búin að klikka 2 og 3 Ég held ég hefði offað eina Það skiptir ekki máli, 7-5 er allavega Ég hoppaði yfir eina sem ég listi ekki nú að vel á Já, þetta er nú hvað 11 af hvað mörgum spurningar En þetta er náttúrulega helviti langt Þetta verður þá tótal vantilega 13 spurningar Ég offaði eina Ég ætla bara að stróka hann líka út Já, hún farin hérna Ok, þá erum við komið með Rekur við fyrir fram á konuna hérna eins og er ekki Af hverju? Ég er dómari Það kemur mér bara nákvæmlega ekkert við Hvernig veistu þetta? Hvernig veistu þetta? Ég er búin að vera með konu 10 ár og búin 10 ára sambandi þá lætur einn rífa og þú ekkert eitthvað að hlaupa fram Líka bara mikill fredari En Steindi, þú Hvað sagði Logi? Logi, þú þarft að vera hreinskilinn sko Nei, ég gera það ekki Hefur aldrei sleppt einum Hvað gerur það? Fer hann að bað? Nei, ég er bara svo mikla stjórn á líkamann En þú bara sleppið að pröfa Það er bara, þú veist Þetta er einföld tekník Þú þetta segja það Steindi Þú lætur hann rífa Þú lætur hann rífa Sko Lætur hann rífa Það er kannski líka Er það Ég er ekkert að gera í því skilur Nei, ok, en Ég er ekki að reyna að reka við heim á mér Ekki að reyna Ok, frábært En ég vil sko Nei, ég er að segja Hann reynir ekki eins og að reka við heim Nei, ég er að segja Ég gæti að koma veiklist út um mér Ég er meira að þú veist, ég er svona Hvað fáið, eru þið bara þá haldið í ykkur viðrist Ég skil ekki, þá fær maður bara hlutir magan Það getur bara ekki verið holl líka Ég þú veist Ég getur stundum fer ég aðeins frá Ég er ekkert eitthvað með svona Ég er ekki að freyta í lóan á mér sko Ég er ekki eitthvað heim
Ég viðurkenni það líka. Ég svona stundum að ég klínu svo opnin. Já, þannig já. Svona bankar inn opnin hjá okkur. Það 8-5 núna og það er 3 ár eftir. Já, ég get jafnað. Og þú getur jafnað. Hefurðu laumast til að skoða afturendan á öðrum hvem maður meðan þú ert að rölta með konunni í smárlendin eða kringlunni? Þú stendir. Já, akkur horfa á mig, Logi, þetta klárlega spurningin hans megin. Nei, ég svar alltaf við. Hvernig það koma út úr þessu? Þetta koma út úr þessu. Koma mér út úr þessu? Ég ekki eins og búin að svara. Logi, þú, hvað segir Logi? Við horfum allir á þig. Nei, ég minn, akkur horfum á mig? Mér bótti lítur að vera yfir í Logi. Svara ég ekki fyrst á þann? Nei, ég var aðsaka fyrst. Þú hummar bara alltaf líka búin að svara. Ég er allavega ekkert viljandi. Maður er kannski með einn horst í kring. Ég veit ekki. Hvað segir þið? Það er að ykkur maður. Ég er allir að segja. Ég veit að það er að hanga með ykkur. Ég hef aldrei laumast til að horfa á rassinu. Ég hef alveg hort á rassinu og ég hef ekki laumast til. Nei. Það er alveg. Já, það er það sem ég var reynd að segja. Laumast með það, þá er þetta komið. Hvað heldur maður sé bara eitthvað á Rikka Tján á Stjörnutorginu mættu til að vera eitthvað Peeping Tom á einhverja aðra rassa. Það er mjög óþægilegt. Það er 9-5 fyrir Loga. Akkur fekk ég ekki stig fyrir þetta? Já, það var 7-5 áðan, það er alveg, Rikki, eftir ekki að fylgjast með þessu. Það var 7-5 áðan, nú er allir 9-5 fyrir Loga. Það er svo förðulega hvernig stíðin er að detta þetta inn. Það er bara verið að gera stig. Það er bara 2 spurningur, þetta er mjög En akkur er ég ekki komið með 6? Þetta er 8 punkt fyrir þetta. Nei, ég er dómari, nei. Átt ekki punkt fyrir þetta. Átt ekki punkt fyrir þetta? Nei, alls ekki. Við vorum báðir að viðurkenna hérna. Þú varst að laumupókast. Ég sagði bara að hann vel tjekka á okkur og bara snýra sig við og Hólmarinn, þú veist, hún ekki að skipa sér upp fyrir það, skilur. Nei. Hvað þýðir það þá? Fekk ég stig eða? Þú fæst ekki, hann fekk stig. Laumast var líkilatrið. Þú varst að laumast, þú laumupókast eitthvað í kringlunni, það stara okkur rassa og eitthvað. Hvað er þetta að segja? Ég er ekkert af því. Hvernig er þetta í huga að segja það? Hvernig fegstu það út úr þessu öllu sem við erum að... Hvernig náður því? Herru, höldum við, er þetta ekki búið? Er þetta ekki einspurning eftir? Klárum við þetta bara. Þetta er alveg srika eftir. Það er eins og sé að tala bara við það sé að hanga þetta með 3 steinum. Ég meikar enga sens að vera þetta. Hvað er næsta? Hefur þú strokið baki á henni og klappað hann á baki eftir hún drakk mikið úr ælandi í klósettið heima? Lendir alltaf því að drakka mikið eða ekki einhvern Hún hefur aldrei allt. Það er svoleiðis. Já. Mín hefur allt í klóstið heima. Þú varst að strjúka hann á bakið eða? Ég man ekki hvað ég var að strjúka eða ekki. Ég bara, hún er guppað, jú. Við nennum ekki að stoppa þar. Við ætlum bara að klára þessa keppni. Ég myndi gera það. Hún hefur guppað, jú. Ok, þá kemur síðan spurningin. Hefur einhvern tíma að spila tölvuleik fram á nótt í staðinn fyrir að kósi kvöld upp í rúmið með konunni? Logi er næst. Já, sko, þú veist. Logi er mikill gamer, sko. Hann verður ekki tekið á það. Ég var alveg að spila tölvuleik fram á nótt. Og þú veist, ég hefði alveg getað verið að eiga kóskvöld í staðinn en þá er bara hún að gera eitthvað annað það er bara, þetta er bara svona algjörlega þetta er ekki flókið, sko. Þetta er ekki, þú veit ekki að skrópa eitthvað. Nei, við vorum PlayStation fíkil, sko. Nei, þú kemur heim og er búið að kveikja kertum og hoppar ekki bara í tölvuna. Ég er samanlega, við skrópum hvorir en við höfum gert það. Þú veist ekki, bara klukkan er kannski ég gert það bara með 5 stig. Þetta var að walk over og Logi vann þetta með yfirbörðum, hann er king of the gentlemen til hamingju með Luigi. Og stóðst í vestendi. Já, ég meina þetta var líka bara þetta var erfiðu keppinutur. Logi, takk fyrir komuna. Þáttur í kvöld hjá þér ekki? Jó, þáttur í kvöld, Balti og Gauti, Eva Laufey, Glói. Það er rándýri gestir. Rándýri þáttur. Hvernig byrjar? Núna hundinas Steinda í þáttum minn. Já, fá Pullu. Ekki Steinda. Nei, bara hundir. Pulla er celebrity. Nota það. Ég myndi halda að það er örugglega eitt frægasti hundur Íslands. Erðu og svo hvenær eigum við að klára veðmálið? Mándaginn. 80 kíló á stönginni og þú ættir að missa það á bringunar og degja. Það verður 2 að spotta það. Já, þeir verður báðar að spotta mig. Ég ætla að rífa þetta upp og ég ætla að vinna kassa bjór og Logi, þú mátt fá Pullu hvernig sem er en hún er smá fötluð og lætur mjög illa og þú tekur alla ábyrgðina meðan hún er hjá þér í stúdíum. Fylgist vel með FM 95 Blöð, snappinu, takk fyrir komin Logi. Að bíða eftir því að Katla gjósi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl.
gerðu superkaup í húsasmiðjunni 15. til 25. október. Valdar vörur á stórlækkuðu verði. Verkfæri, parkett, flísar, frystikistur, smáraftæki, málning, búsáhöld og margt fleira. Húsasmiðjan. Nú hafa 2 ferskar bragðtegundir bæst í hópinn. Amino Energy með ananasbragði og Amino Energy með bláberjabragði. Amino Energy, orka fyrir æfingu eða hvenar sem yfir daginn. Legðu allt undir með Double with Cheese. American Style. American Style. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Það risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Spáðu í það hvað gæti gerst. 1x2 við tippum. Nýju Libres Rollpress góðdömubindin eru án ilmefna og umbúðirnar gera þeir kleift að meðhöndla bindin á einfaldan máta hvar sem þú ert með því að rúlla upp, þrýsta saman sjálflímandi köntunum og henda. Libres Rollpress Go. Það eru spennandi tímar framundan á Stöð 3 og heill hellingur af nýjum þáttum í allan vetur. Nú getur þú fengið Stöð 3 endalaust tal og 1 GB í GSM á 1990 krónur. Ekki láta þetta frábæra tilboð framhjá þig fara og tryggðu þér áskrift á 365.is. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Saman eru Rikki G, Steindi Junior og Gilsi. Komin í stúdíóið er MC Gauti sem að vera þetta kynnir í Ísland gott talent og strákar við ætlum að láta hann í óþægilega símtalið. Hvað segirðu mikli meistar? Ég ætla bara að byrja að segja það Steindi að mér finnst ótrúlega óþægilegt að gera símaðut og mér finnst meira svo óþægilegt að gera símaðut með grínrödd úr leinnúmeri. Já, það er hræðilegt. Þetta er bara eitthvað svona sem að það er ekki ég. Nei, ég veit það, en það heitir þetta óþægilega símtali og sko, Salka er búin að koma og þurft að hringja mjög óþægilegt símtal. Ég heyrði þið bæði. Ég var búin að heyra og Bent er búin að koma. Nú kemur þú og sko, þú ert að fara að hringja óþægilegsta símtal allra tíma. Verra en hinn tvö? Já, eiginlega. Það meikar ekkert senn. Hvað ætlar að gera? Og ég hengi bara flugvöld og segist þú með sprengju. Áður við förum í það hérna, til hamingju við nýja jobbið, talentin. Já, takk fyrir það. Líst þér ekki vel á þetta? Jú, þetta er fyrst leist mér ekki á þetta er maður bara svo hvað kjafta. Já. En síðan hugsaði þetta aðeins, þetta eru skemmtileg þættir og þetta er bara skemmtilegt tækifæri að finna sig á nýjum stöðum. Já, ég er mjög spenntur. Og hvenær byrja tökur? Við erum byrjað á æfingum fyrir þetta og tökur byrja bara í þessum mánu en þetta sé ekki sýnt fyrir í janúar. Nei, sýnt í janúar, ok. Þannig að live þættinir þarna alveg undir rest til það búið sko. Það er hárið. Þetta verður alveg snilt. Við bíðum spenntir. Herðu, ok, þú ert að fara að hringja með mér. Já, ég skal segja það er örgulega mjög erfitt fyrir þið að fá mig til þess að fara eitthvað út fyrir eitthvað comfort zone með mömmu. Já, sko, þú veist, þetta er óþægilega símtal. Þú verður bara að reyna. Ok, þú verður að hringja með mér og þú Þetta er erfitt fyrir mig að segja þér þetta hvað við erum að fara að gera en hérna bring it, ég held þú getur ekki fundið út fyrir komfortzónu með mömmu sko, ég held við erum að finna eitthvað annað. Við erum bara að láta þið vita Gauti og ég og Gilsan komum ekki nálægt. Jó, við alls ekki sko, hérna, þú ert að fara að hringja með mér og þú ert að fara að segja henni að þú hafi verið að fá út úr DNA-pröfum og dóttið þín til hamingju með hana by the way líka frá okkur hérna nýfublöð ég hef bara ekki fókir en þú sem sagt já hérna þú skilur mig já þetta er bara mjög einfalt bara hringi mömmu sína og því miður er barnið ekki þitt og það var að koma þannig að hún er bara að segja við hennar bara hún sé ekki bara alveg amman. Já, því miður. Ói, ég fann að svitna á bakinu bara áður við ringjum. Ég sko kom með samviskubitt bara langt frá með tíma. Það er best bara að keyra þetta í gang og ljúka svo af. Já, þetta er svolítið þannig. Þetta er svo að taka plástur. Það er bara að maður rýfur þetta bara af. Tilbúin. Bara hjólum við þetta. Já, gefum mér hérna 3 sekundur. Ok, Já, byrjum að ringja allavega og sjá hvað gerist. Ok, komum þetta. Halló. Hæ. Hvað segir þið? Ekki bara þú. Hvað er svona fyndið þið? Ég er bara bílar sem eitthvað að hjálpa Gunn og hann er bara kvarta. Kvartur og ég sé hanga bara að fata síðan. Ok,
Sorry, mamma, geturðu farið aðeins út fyrir? Ég þarf bara að tala smá við þig, þetta alveg frekar alvarlegt. Hvað? Ég Hvað? Ok, mátt ekki segja þetta inni. Nei. Sko, þú veist, mamma, barnið náttúrulega ekkert, það svo líkt Tinnu, það svo lítið líkt mér, þannig ég ákvað að skella mér í DNA-pröfu. Veit hvort að maður var eitthvað svona einn sem kemur til greina, ekki? Gauti, nei. Nei, hvað er? Ég sendi náttúrulega bara DNA-próf. Já, og hvað? Oh my god, nei. Ég get þetta ekki, þetta er símat, sorry. Þetta er símat í FM 95 blöð. Ég get ekki, fyrirgeðu. Skítalappinni. Sorry. Ég drepi krakki. Fyrirgeðu, mamma. Þú ekki, þú dauður. Móðurinn myrði þig. Ég var láta að vita það. En Steindi, mamma, Steindi sagði mér að gera þetta. Ég drep Steinda. Nei, ég sagði hann alls ekki að gera þetta, sko. Jó, anskotar, hálfvittar eru þið. Oh my god. Fyrirgeðu, ok, sorry, ég bara sá eftir þessu. Ekki þetta veit. Ég sá eftir þessu leið að það byrjað. Eru þið klikkaðir? Já, sorry. Er ég beinni útsendingu? Nei. Nei, einsko. Við fórum með strikki. Eitthvað verið kálað. Hýllin. Ég finn það, við fórum með strikki. Ég drep það. Mamma, fyrirgeðu. Hvað er það? Þú veist, svo dauður. Á hvaða fatasíðum varstu? Steindi verið afhýrsaði. Já, báðir. Oh my god, þetta er tónleika. Ég er loðandur hættu með mér. Já, hún er ekki að grínast. Maður heyrir alveg þegar hún er ekki að grínast. Herru, sorry, ég veit, ég hefði samt aðlega upp þetta bad, sko. Já, bara... Þú lögst þetta helviti vel. Eins og eitthvað eigið. Oh my god, hæ? Fuck, ok, herru, mamma mín. Sko, ég hef aldrei barðið ykkur, en nú er ég hugsa að berja. Bara eitt skipti fyrir öll. Herru, mamma mín. Þetta var nú lélegt grín hjá okkur. Já. Og ég hringi eftir smá þegar strákurinn eru ekki með. Bless. Gott að heyri þér, sorry með okkur. Já, það held ég, þetta var MC Gauti, þetta var óþægilega síndalega strákar, þetta var ríkalega óþægilegt. Já, ég hefði sko, það hefði verið gaman eða haldinn hana í hálfu mínútur lengur, en þetta var, ég get rétt ímyndað með hversu erfitt þetta var. Það lék þetta mjög vel. Já, við biðjum mömmu MC Gauta innilega afsökunar. Þetta var okkur versta hálfa mínúta sem greið móður hans við erum fann að fengi, held ég. Já, hér framöndan, það er nóg veisluna og hellingur af skemmtilegum og ferskum dagskránum. Fyrst ætlum við að henda okkur í þetta. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Þegar þú kaupir D-vitamin bætta léttmjólk frá MS styrkir þú ekki bara þín eigin bein, heldur styrkir þú líka beinhelstu þjóðarinnar. Í október renna 30 krónur af hverri seldri fernu til tækjakaupa fyrir Landspítalann. Mjólkin gefur styrk. Útsala, Gorenje heimilistæki. Allt fyrir eldhúsið. 20-70% afsláttur. ProGastro, Ögurhvarfi 2. ProGastro.is. Þegar Tottenham vann deildina síðast var Liverpool í annari deild og hvorki stjórarnir né leikmenn fæddir. En með hverju tímabilinu sem líður styttist í þetta hjá báðum liðum. Tippaðu á Tottenham Liverpool. Lengan gerir leikinn skemmtilegri. Annað kvöld á Húrra. Agent Fresco ásamt Víó. Forsala miða á tix.is. Sjáumst hress með Finnlandia í hönd. Superdry hefur opnað geggjaða búð í Smáralind. Komdu við til að skoða úrvalið og hafðu trendin á hreinum eins og David Beckham og Kylie Jenner. Superdry, Smáralind. Það eru spennandi tímar framöndan á Stöð 3 og heill hellingur af nýjum þáttum í allan vetur. Nú getur þú fengið Stöð 3 endalaust tal og 1 GB í GSM á 1990 krónur. Ekki láta þetta frábæra tilboð framhjá þig fara og tryggðu þér áskrift á 365.is. Nýtt á Serrano. Barbacoa, carnitas og kjúklingataco. Serrano. Fresh, happy, max. Keiluhöllin Egilshöll. Færir FM 95 blöð.
og frítt far í bæinn. FM. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high. Þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það föstudagur í dag að sjálfsögðu, nema hvað, alltaf á föstudagum. Mikið veistla að ég fæ stuðla í dag þegar nú engin boob og ég get hendi í stuðla. En byrju fá við hinn, sko ég og Rikki erum líka þetta. Við hljótum nú að fá eitthvað með að segja. Ég verð endur að vikuna, ég aðdáandi Gilsarans. Nákvæmlega, þú 2 á móti 1 Stóni. Það algjörlega ríka. Þú ert outnumbered. Við erum hins vegar að fara í hvort myndið þið frekar. Yes! Það komið að því. Og Rikki, þú ætlar að sjá það? Já. Stórhæll, þú sett með það. Þú ert oft verið nátt fárveikur þú með þessa dagskóli. Já. Það er sem hlustendur fatt ekki að Rikki alveg, hann sárlasin þegar það kemur að semja svona rugg. Hann fer vel yfir strikja. Ég reyndar svona frekar dannaður í dag. Ok. Þannig að byrjum á þessu. Fyrsta. Hvort myndið þið frekar vera fátækir en mjög myndarlegir eða ríkir og mjög ófríðir? Já, þetta fátækir og mjög myndarlegir. Sko, hvað erum við að tala um þegar þú talar um mjög myndarlega? Bara drop dead gorgeous. Ok, en þegar bara svo bjöllinur með því með köðuna hér. Eitthvað svoleiðis bara, og bara mjög myndarlegur en bláfátækur. En skítur seðlum og Hestljótur. Og hvernig þá erum við að tala um eins og kannski getum við fengið eitthvað dæmi með það þá? Svo kannski bara fílamaðurinn? Já, ég segi það nú kannski ekki en bara mjög ófríður. Þú getur nefnt einhvern Íslending til að... Hver mjög ófríður í Íslandi? Núna kallmaður. Nei, við getum það ekki maður. Það er nokkuð. Ok, við erum að tala um fílamanninn. Það er sko hotn og vesen. Ekki kannski svo ófríður, en bara mjög ófríður. Bara öllum konum, þú var ekki að gera neitt fyrir konur. En drullaru cash. Drullar cash. Ég veit ekki hvort þú vissir að Rikki en peningur gerir hellingu fyrir konur. Já, eins og þú segir, þú ert moldríkur. Ríki gæðin, þannig að það væri ekki til miklu vesinni, sko. En sko, þú getur líka farið og ef þú átt svona mikið pening, þá getur þú alveg til að laga þig. Væntanlega. Það breytir í eitthvað svona plastkall. En það er mjög góð punktur að stenda. Þú getur verið bara, láttu breyta þér í einhvern hímenkall, sko. Einhvern svona... Einhvern hímenkall? En þú veist, þú getur verið bara, verið með ljóst, sítt hár og... Allavega, ef þú myndir náður í konu, þá myndir þú vita að hún var eingöngu með út af peningunum, ekkert annað. En persónuleikarnir ekki? Er það ekki eitthvað? Það er bara peningarnir, kannski með frábæra persónuleika þá hann sé ekki gullfallegur. Dreftu mig. Rikki ekki að fara að þangað allavega. Ég þarf að fá svar. Sko, ég myndi... Ég veit ekki alveg, þú veist hjá Rikka þetta, þegar maður veist alveg hestljótur. Já. Þú veist, fyrir mér skiptir ekkert máli að, þú veist Hvað myndir þú gefa það núna, Steindi? Gefðu þú þér einhvern frá 0-10? Hvað myndir þú segja að væri? Ég myndi segja að ég væri sko, á góðum degi því ég vakna með sætuna nýkleiftur nýbaður í góðri skyrtu þá gæti ég gæti slagað upp í 7. Það er bara svona þér. Það er vel 8 á góðum degi. Já, ég tek undir það, mjög myndalum. Líka þegar nýbúin að baða, ég er mjög gaman. En ég þarf að fá svarstrókar. Sko, ok, málið það. Ég skal bara klára það. Ok. Ég ætla að vera hestljótur með nóg cash. Ok. Á snekkju. Sendi þér SMS, Richard, þið eru á snekkjunni FaceTime. Til að sjá hvað er ógæstlur með kampavinn. Það er bara þannig. Stóni. Ég ætla að vera sammála af því að sko, það gerir ekkert mikið fyrir mig að vera alveg drop dead gorgeous að vera einhver sko, fallegasti maður í heimi væri svona, ég er ekkert með þörfin alveg í það en það er leiðilegt að vera alveg hestljótur ég veit ekki um það er ömlegt að vera alveg forljótur en ég myndi hafa það gott ég ætla að velja það. Við erum ekki oft sem við erum sammála félagarnir. Við vorum alveg sammála með þetta. Númer 2 hvort myndið þið frekar aldrei drekka bjór aftur eða aldrei borða nautakjöt aftur? Þetta er rosalega punga spurningar hjá Rikka. Þetta eru pungalega spurningar, eða ekki? Já, ég meina. Ég er svona aðalega, ég veit að ég er mikill nautamaður. Það veit ég elskar naut. Út af lífinu.
Og að geta farið og hort á United, Liverpool, refreshing beverage. Drepið mig ekki Manchester og naut og bjór. Það svona þannig. Nýbúin að setja inn græða peninga og tipstjartúb og ná mér einn ískaldan bjór og horfa á United Arsenal. Á líðið mig vel. En þið þurfa að velja kort. Þið eru svo klikkaðir sko. Ég ætla að... Sko, málið hesturinn mjög góður. Hrossakjötið á grillmarkanum í ruglinu. Þannig að, og mér finnst lamb gott, mér finnst humar góður, en ég ætla ekki að offa ískaldan bjór. Þannig að nautið er farið, það bara hannig. Steindi? Já, nautið er farið. Út fyllir bytta Steindi, hætt að þykjast. Ég ætla ekki einu svona að vera að tæfja þetta, ég ætla að velja bjórin líka, við erum sammála hérna. Þá það hvort myndið frekar, númer 3, síðasta, hvort myndið frekar vilja tala eins og Mike Tyson það sem eftir er ævikar eða spúna hvort annan naktir heila nótt? Sko, Mike Tyson tala eins og hann? Já, smámæltur, talar eins og ég veit ekki hvað sko. Þeir ættu allavega ekkert career í sjónvarp eða útvarp eða myndið tala eins og hann. Eða kúra með Tyson? Nei, eða spúna, þið þurftu að spúna hvort annan naktir heila nótt. Já, ég hendi mig strax í það. Það er ekkert það er ekkert. Það er ekkert homofóbía hérna, Richard. Ég geti legið utan í Steinda í sko marga daga þess vegna. Við getum verið hérna bara, við getum naktir. Við getum spúnað til að sko. Lim í lim, ekkert össum. Herru, þetta komið gott, þetta var kortmyndur frekar ógeðslegis. 957 Richard og Stoney og ég Gilsi með ykkur í dag hérna til 6 fílik veitla. Algjörlega, Auðun Blöndal í tökum úti erlendis á atvinnumönnum okkar. Það er mjög spennandi seria. Ég veit hann fór að hitti Söru landsliðsmann, búin að hitta Aron Pálma og er að hitta hinn og þessa. Já, hann er á kjúklingunum núna. Já, þannig að þetta verður, hvað, það var hann í Ungverlandi akkurat en það ekki. Þetta er ekkit alveg að finna leiðilegri vinnur en þetta sem The Poop er í núna. Ég held það líka. Þarf að ferðast og fara á íþróttaleiki og fá sér nokkra bjóra. Við skulum samt ekki eða lengi að tala Poop. Hann er ekkert að hlusta. Ég fæ ekki SMS, hættu kallum með Poop. Nema náttúrulega viðurkenna ef hann fer á Vísi og hlustar á þetta svo þegar hann er komin heim og sendir mig svo hættu að kalla með Poop. Poop. En ég er hættur í núna. En skulum hættu að kalla Poop. Ég fekk eina hugmynd. Ég er mikill aðdáandi að vondaatinu. Ég var mikill aðdáandi þegar að vondaati var með Auða og Pétur Jóni. Og líka, við getum leyft okkur núna af því að ég veit að Auði hatar þetta. Hann þolir þetta ekki. En við núna megum alveg taka vondaati. Hvað hugmynd ertu með, Richard? Ég veit að þú er út stór förðulegu drengur. Já, ég var frekar dannaður í kortmyndurum frekar. Ég þarf að bæta þess upp í vondaatinu. Maður að vinna með kynfærin á okkur í vondaatinu. Sko, ég ætla að minna á það, við erum samt sko, við erum fullóttir menn. Við eigum allir... Ég er fertugur, Richard. Við erum allir pappar inn í þessu stúdíu. Eru krakkandir ykkar að hlusta? Nei, ég held ekki, þegi. Hvað erum við að fara að gera? Þetta er liður sem ég stjórnaði í dag. Steindi, ég ætla að láta þér hringja okkur pizzastað. Þú ætlar að pantaði pizzu. Já. Og þú þarft aðeins að koma titlingnum, bibbalingnum aðeins inn hann í síndalið. Hvernig á ég mögulega geta gert það? Á ég að ringja að panta pítsu og reyna að koma því inn í síntalið? Já, ertu eitthvað að vinna með þetta? Við getum gert þetta. Men verðum við ekki þá, við erum í beinni, við náum ekki í beinni. Richard er með hann dagskólið, þetta er bara, við byrjum bara fólk afsökunar á þessu. Ég ætla núna að fá að segja, sem þið segið oft í slúðurinn og svona, ég tek enga ábyrgð á þessum dagskóli. Nei, ég skal bara gera það. Við erum 2 verktakar, við erum með launþega en það beint á móti. Richard. Já, hann tekur alla ábyrgð á þessu. Hvað þarf Egil að gera? Ég ætla að láta Egil aðeins vinna með afturendan á sér. Ok. Go on. Já, hann á að hringi bakari. Og þarf að koma orðinu raskat fyrir. Já. Og þetta verður ekki bara. Það hringi bakari og koma orðinu raskat fyrir. Það er ekki leið með þér, Richard. Bara þetta er svo lélegt. Ok, þetta má líka vera lélegt, ekki? Þetta er vond. Það er pointið. Þetta á að vera vond. Þetta á að vera vond. Ok, þetta á að vera vond. Það er eina sem er að einhvern veginn að peppa mér í þessu. Byrja á Stonefucker. Já, við ringdu þá í Domino's ASAP. Ég er með þetta hérna. Og svo númerið hérna tilbúin. Ringir. Domino's Pizza, góðan daginn, þið aðstóð þinn. Já, góðan daginn. Herðu, ég ætla að fá hjá þér miðstara pítsu einhverja, og ég er að finna út úr þessu hérna. Dvíðsveitin þetta. Ertu náttúrulega með símanúmer sem er í 13 ára, það er henni á leinunúmeri? Nú, það er ég með leinunúmer. Já.
Herru, já, ég alveg með símanúmer. Ég bara spá í hérna þessi Caliente. Hvað er þetta? Caliente pizza hérna? Já, ég mynd. Og, þetta tómt vissin. Ég er að finna eitthvað meðlæti með þessu, hvernig, hérna, ég er að panta með titlingnum, Hvað er það fyrir ég? Ég er að panta hérna á appin, ég er að finna út úr þessu með appi, hérna að sjá matseðilinn, ég er að nota titlingin á mér með þetta, ég veit. Já, ok, já, svona erfið. Eitthvað rautt fyrir þig? Þetta er tómt vissin maður, herru, ég ætla að fá bara hérna, ég er svo glært að maður. Herru, leið mér aðeins að, ég ætla að hugsa þetta, leið mér að skella á þig hérna með, nú ætla ég að setja pitlingin á rauða takkan og ég ringi aftur. Ok, já, ég vil. Það er að grínast hvað þetta á vondna þér. Hann skellti ekkert á. Hann skellti ekki á og verður ekki að láta skella á sig. Akkur með appinu? Ég veit það ekki maður, akkur hékkar á línunni þessi gæi. Er ekki tilgangur að láta skella á sig? Varst að panta pítsu með appinu, titlingum? Ég baði ekki að gera þetta, sko. Ég vissi ekkert hvað ég átt að gera maður. Egil, þú að hringja núna. Já, ég þarf bara að koma raskatun á mér. Já. Það verður ekkert mál. Tilbúinn? Bara hringdi bakarmestarann. Já, ég með þetta hérna. Kíkjum á það. Bakarmestarinn Sögur, góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég ætla að heyri í þér með eitt ég var hjá ykkur rétt áðan. Já. Að sækja hérna rúmstykki og einhver snúða og eitthvað drasl. Já. Og hérna, sem ég var komin heim bara að taka upp á pókanum og tók ég eftir því að það var raskat ofan í pókanum. Já, ok. Og ég maður ekki eftir að hafa pantað það, sko. Nei, skrítið. Þannig að Mjög skrítið. hvernig við leysum þetta? Já, ég veit ekki. Þið hefur verið að lenda í þessu eitthvað? Jú, það hefur komið upp. Þetta hefur komið upp? Já. Já, ég er ekki svo eini. Það gerist reglulega. En það er, já, hérna, vil það komið með raskatið eða? Já, það er bara fínt. Það er svoleiðis? Já. Hörðu, ég rúlla. Herri, endilega. Takk fyrir þetta. Ói, þetta er svo ógeðslegt. Ángríns, ég er að vera færtur. Ég var að hringja í bakarmestarann og segja að það er raskat í bókunum. Það var ekki verið að... Færtur. Herru, Rikki, getur þú gert mig græðan? En þú er að ringja aftur í dóminsvörðu mig. Það er að reyna aftur það? Ég ætla að langa að láta skella á mig. Það verður að láta skella... Það sé aftur... Nei, þetta er sko að vinna 1000 manns að það svara náttúrulega bara einhver annar. Já, mjög leiklega. Nei, mér að reyna þetta einu svona. Ok. Verða lás. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég ætla að fá hjá þér pítsu. Hvað síma nú að setja alveg? Herru, settu bara á þetta 695 1899. Og hvað bjóða þessu? Hjörvar, haflega. Herru, ég ætla að fá hjá þér hérna ég er að skoða appið. Með tippinu eða? Hvað segirðu? Hæ? Já, ég er að skoða appið með titlingnum á mér. Búin að frétta það maður. Já, er þetta sami og ég var að hringja í á hann eða? Nei, ég bara heyrði þetta. Hvernig gengur þetta hjá þér? Nó, ég er búin að spjalla þetta hann. Herðu, ég er í tómi basli með þetta maður. Ég ætla að skoða desertana og gósi og það. Svo ætla ég að fá að hringja aftur með teipinu aftur. Er þetta ekkert að ganga hjá þér? Nei, þetta gengur álítla. Þetta er vondat, það er bara henni. Takk fyrir það. Það var bara allir búin að vara við þér. Það var bara búin að vara við þér á allir símavinn. Ég var hugsandi allan tíma bara, ég er fullari maður, sko. Ég á ekki að vera þessu. Það er að taka þátt í þessu. Þú ætlaðir að nota, ég er að skoða þetta appinu og kokain með tippinu. Þetta var, hann böstaði mig strax. Þetta var... Ói, hvað það var óþægilegt. Vaktstjórinn hefur bara sagt, hörru krakkar, það var gæi að hringja hérna inn fyrir 5 mínútum. Hann var að panta pítsu með titlingum á sér. Ef hann hringir aftur, það látið mig vita. Hvað ég myndi vilja að þetta hefði verið í klefa og við getum tekið þetta tilbaka. En já, svona þetta var vandrætti og það var ógeðslegt í dag. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Wow Air, Boli og Doritos kynna. Býr uppistandari í þér?
Skráðu þig á vísir.is og þú getur komið fram á Open Mic kvöldi á Reykjavík Comedy Festival 23. október í Hörpu. Skráðu þig á vísir.is og láttu grínljós þitt skína. Sena. Lifðu lífinu. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is. Við eigum von á þér og verðum með feitt á könnun í október. Þú færðir ilmandi kaffisopa meðan við smyrjum bílinn. Nú sér tilboð á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota. 20% afsláttur á olíu, öllum síum, rúðuþurrkum, bílaperum, þurrkublöðum, þurrkugúmí, rúðuvökva, frostlegi og 15% afsláttur af vinnu við smurningu. Já, það verður smurt með kaffinu. Toyota. Engin vandamál, bara lausnir. American Bar. Happy hour frá 16 til 19 alla daga. American Bar. Austurstræti. Nýi staðurinn þinn. Kíktu í heimsókn. Við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Það föstudagur í dag og það opið til 7 í Smáralind. Smáralind. Góða skemmtun. Annað kvöld á Húrra. Agent Fresco ásamt Víó. Forsala miða á tix.is. Sjáumst hress með Finnlandia í hönd. Tippaðu á Tottenham Liverpool. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Zlatan drekkur vítamín vel. En þú? FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það held ég, FM 95 Blö hér á föstu degi, svona farið að síða á seinni hlutan. Við sitt hvað margt skemmtilegt eftir. Það eru komið góðu gestir í stúdíói til okkar. Steindi, hvað Steindi annars? Hann fór út að fastreikja sígarettu. Þess vegna hann ekki hérna inn núna. Ég ætla að fastreikja eina og sem hljópa hann út. Sagði hann orðið rétt fastreikja eina? Það það sem hann gerir. Hann reykir hann eina sígart á svona 35 sekundum. Ég veit ekki hvernig það fer að. Alltaf farveikur henni. Þess vegna Tómas Stóll hérna vinstra með mig, en það eru 2 höfðingjar mættir og hægri hönd. Sælir. Og sælir og... Kannski kynnið ykkur drengir? Já, ég heiti Sindri og ég leikstjórinn. Já. Og ég heiti Daniel og ég leikar hérna í Punktinum. Já, þið eru með þátt sem heitir Punkturinn. Og sketsaþáttur, er það ekki? Jú, allavega við reynum að vera fyndnir í þessu. Já, ég elska þegar koma svona nýjir horni meistarar og gera góða hluti, það er bara þannig. Og hvenær er þátturinn hjá okkur félagum? Hann er á laugardögum hérna klukkan 10 á stöð 3. Já, laugardagur klukkan 10, þannig að fólk er bara að hella í sig og... Já, ég menn getur verið blindfullir og horta á aðeins grófari sketsaþætti en kannski... Hvernig grófari? Já, hann er allavega bannaður börnum, sko, það er ekkert að vera... Það er svoleiðis. Já, hann er bannaður hann á 12, eða bannaður hann á 16. Hann er bannaður hann á 12. Bannaður hann á 12, já, einmitt. Hvað er það að vinna með þarna? Er þetta nekt eða ofbeldi, eða, þú veist? Nei, við förum ekkert í... Er hægt að gera grín sem er ekki bannaður á 12? Það væri mjög skrítið grín, sko. Mér finnst allavega aðeins fyndnara, sko, þegar það er bannaður á 12, sko. Já, ég meina, þú veist, sko, hvað eru þið gamlir? 28. Þeir eru 28, já. Það væri mjög skrítið að þið væri að búið til grín fyrir 9 ára börn. Já, við viljum allavega ekki gjalda húmórun okkar. Nei, algjörlega sammála. Þið byrjuðu mjög snemma að búa til. Þið byrjuðu, ég las viðtal við, hvort það hefur verið við þig, hvort það hefur verið við Þórunni sem er með ykkur. Ég var að lesa af því að við byrjaði í MK. Já. Það passar, þið voru sérst með menntaskóla sjónvarpið og það þróaðist, já, í það að þið eru konum með seríu á stöðu. Já, þetta byrjaði sem bara svona spaugþættir fyrir nemendur í menntaskólanum í Kópavogi. Já. Það var eiginlega bara engahúmór. Gamlir MK-ingar. Fylg veistla í Kópavogurinn. Já, gamlir skólanum. MK. Það var góðu tími. Þetta var góðu tími. Fannst ykkur ekki gaman í MK? Þetta er náttúrulega indislegur skóli, sko. Þarna fer maður ef maður er ekki alveg ná kannski MR Vestló. Já, ég hafði bara ekki greindartölu í MR því meður. Þetta er svona... Já, ég rétt náði MK. En okkur 5 árum, fílík veistla. Já. Tók nú ekki nema 5 miða. Ólíkut vann vældir þarna. 5 ár, hvað maður að vera lengi þetta? Ég var bara ekkert að stressa mig. Liggur eitthvað á það? Nei, alls ekki. Já, vinið minn Halldán var 7 ár í Vestló, hann með þess að kláraði ekki. Nei. Það er tölvöld harðar en ég. Já. Er þú búinn að klára menntaskóla þetta? Hann hefur verið að skemmta sig vel á busaballunum. Þú menntaskóla? Nei, sko, nei, ekki. Ég byrjaði, sko, ég fór í... Varst að lesi við mér samt fyrir að vera 5 ár í MK? Allt niður í MK. Ég fór í Borgó og ég lendi í slysar.
Ég kveikti í gardínu. Ég kveikti í gardínu og mér var að vísa á skóla. Af hverju kveiktur í gardínu? Það var svona, þú veist, þetta var ömulegt. Ég sagt þess að sögu áður einhvern tímann þetta, en það var svona drasl, hvað heitir þetta, sem svona tættar gallabuxur, svona skálmarnar, hvað er þetta, bara gagn, eða hvað heitir þetta? Kveiktur í skólan? Nei, veit ekki hvað ég við, svona þegar gallabuxnar eru farin að tætast á skálmónum, það var svona drasl sem hangir, það var þannig á gardínu, ég ætlaði svona brenna það upp að gardínunni, lagana. Það var eins og að vera búið að hella bensín á gardínuna og bara föðra upp og bara þetta var bara smóður verðarinn laga Já, það var bara mér leittist eitthvað þvílitt maður, það var bara horfði á mig eins og var búin að missa viti og ég reyndi að útskýra þetta og það var alltaf bara einhvern veginn Var þú rekinn á skólanum? Já, ég fór þá Vissu þið að Steindór var rekinn á skóla? Ég hafði ekki hugmynd Sáu þér ekki að þú varst að reyna að laga bara Ég reyndi að selja þetta svo mér og það var það sem ég var að gera, ég var ekkert eitthvað í miður tíma Og kveiktir í skólanum? Já, heldur ég var rekinn fyrir íkveikju sem ég var ekki að gera, ég var ekki að kveiki í skólanum. Og kveiktir í gardínu? Ég gerði það óvart. Gastu ekki fengið að skrifa hjá þér brottrekstu vegna lagstur á gardínu? Ég fór síðan í FA og tók smá session þar og svo fór ég bara Kveiktur ekki í FA eða? Mér fannst bara eins og ég þyrfti bara að fara eitthvað að bralla eitthvað sjálfur þetta var ekki alveg að virka sko Þetta er bara góð Þú varst í 5 ári MK Ég segi að á forsjöðu vísis eftir svona korter Steinþór Hróar rekinn úr Borgó fyrir að kveiki skólan Það veit þetta enginn Ég ætla að vona það Þetta er glænjar upplýsingar Það er einhverju blaðar maður að hlusta Það er beðnum að vera ekki að fjalla þetta En hafið þið mestararnir kveikt? Þið kveiktu ekkert í MK? Ég sleppti algjörlega að kveiki í MK sko. Voru bara til fyrirmyndar? Bara séð alltaf eftir því núna sko. Það voru alveg gardínur sem voru með spotta þarna sem hefði alveg hægt að kveiki í sko. En það er fyrsti þáttur í okkur annað kvöld Nei, hann er bara þriðji þáttur Ég hafði ekki hugmynd Ég er búin að sjá nokkra sketsa og þetta er aðeinslegt og þetta er mjög gott og lofa mjög góð og ég mæli með að fólk tjekki á þáttunum Ég á eftir að sjá sjálfur heildina en Þetta er allt hægt að sjá á vísi.is Já, þú getur farið að sé heilu þættina þar Já Ok, það er mjög gott að vita En hvernig svona áður við sleppum ykkur og svona Hvað mér langar aðeins að forrætast bara hvernig ferlið er búið að vera hjá okkur Hvað þið mörg Við erum alveg frekar stór hópur sko. Já, þetta er stór leikhópur eða er þetta stór handritshópur? Já, stór leikhópur, við erum svolítið svona mix Það er, ég er leikstjórinn, framleiðandinn og aðri framleiðendur, leikarar og við erum svona, höldum hópinn saman og pitchum hugmyndir milli hvors annars að skrifum handrit og eðalmenn á bakvið mann sko, eins og við erum með eðalmenn hjá hljóðverk sem eru glæð með einn af bestu svona hljóðvinnslu hérna á Íslandi sko. Já, ok. Að vinna hjá okkur og bara búin að hjálpa okkur mjög mikið Sterkasti maður sem við höfum í hópnum okkar er framleiðandinn okkar Egill Viðars, hann er bara frábær framleiðandi og sko. Er þetta ódýr þáttur? Er þetta dýr? Já, þetta er ekki dýrt Þetta er ódýrt Þetta er low budget Það byrja ódýrt í þessum bransa síðan vinnur þau, þetta er ekki flókið Nei, algjörlega, og það er líka, mér finnst líka það er mjög sjarmerandi þegar að vera að gera ódýra seríur að það sjáist aðeins líka Mér finnst allt í lagi Vilt ekki að lúki dýrt? Grín þarf ekki að lúka dýrt Það er, að mínum að þar grín ekki það skiptir ekki öllu sko Já, það sem skiptir mestu máli í gríni er innihaldið Það er að skipta langt Punktin sko, það er bara aðeinslu þáttur og svona Punkturinn? Ég er bara, þú veist, en svona koma málana sko Það er stríð í gangi kringum heiminn og ég vil spyrja ykkur spurningu bara, þú veist Caitlyn Jenner, mundur þau? Mundur þú? Já, bara, ég ætla að sér hvað Steindi, Caitlyn Jenner, myndur þú henda þér það? Við ætla að senda þetta yfir að reyka Ég er bara tæknimaður hérna Ég er bara á tökkunum En já, það er þetta er veisla, klukkan 10 laugardögum, Stöð 3 og á Vísi Fólk verður að fara að tjekka á þessu, það er bara þannig Takk fyrir komuna Takk fyrir að koma If it's torture Held ég FM 95 blöð hafa farið að síga svona seinni hlutan en við eigum heilmart eftir kæru hlustendur Við erum búin að komast að ýmsu hér í dag Við komast að því að Steinþór Hróar Steinþórsson er brennuvarkur kveikt í skólanum sínum var rekinn þar einhver lítið fugl hvíslaði líka mér að Egill var bad little boy hann hafi verið rekinn úr IKEA Nei, ég var ekki rekinn úr IKEA Varstu rekinn úr IKEA? Við þetta heimskur Richard Hvað varst að gera það? Þetta er bara lítið fugl sem hvíslaði saman ég veit ekki Mjög ránt Hvað gerðist þarna í IKEA? Mjög ránt, það er bara hann Richard er því miður með mjög lágagenda Enda er hann á tökkunum Hann er ekki treyst fyrir neina öðru en öðru tökkum En nú er komið að emoji-kennslunum minni Já, heyrðu, sko, þú eigið alltaf að vera með emoji-kennslu Ég ætla samt að fá að vita, ég veit ekki hvað það er Ég ætla að mynda að vera að spyrja þig, ertu á Tinder ekki? Nei Þú ert alltaf með konu og barn, það væri alltaf mjög ósættanlegt að vera á Tinder
Ertu ekki á Tinder? Það verður mjög skrítið Nei, að vera á ég er Tinder. ekki á Tinder. Ég veit ekki hvað emoji er og... Emoji eru broskallarnir, fílukall, broskall, grenjandi kall. Er ekki nóg bara að vera á Facebook? Nei, málið það, við erum Auddi Blöð er komin á Tinder og við hendum honum á Tinderinn og hann er búin að vera með all lóðrétt niður sig þegar kemur að emoji-mönnunum. Og Egill er emoji sérfræðingur og hann er rauninni byrja þetta. Já, þetta er rauninni bara til að kenna öllu sem er á Tinder. Þetta er bara 4 kallar. En virkar þetta bara á Tinder? Virkar þetta kannski bara öllu saman? Já, þetta er bara iMessage, Twitter, Tinder, þetta er ekki bara Tinder. Þetta er bara, hvert tækifæri sem notar emoji kalla, það sem er basically allt. Já. Og ég ætla að byrja með kaffibóllan. Kaffibóllan? Já, það er emoji kall sem er bara rjúkandi kaffibólli. Ok. Og ég veit að þú veist ekkert emojis er ekki, þannig að þú vissir ekki sem væri kaffibólli þannig. Ég ætla að viðurkenna, ég er byrjandi í emoji. Ég nota stundum emoji kall. Málið er, flott tækifæri til að nota kaffibóllan er ef þú ert með eitthvað guttsitt slúður, þú veist eitthvað og segjum kannski að Auddi eða Richard langar að vita hvað slúður þetta er og hann sendir á þig, hörru, ég frétt að vera með hana guttsitt slúður, hvað þessi gerði á laugardaginn, nú voru að segja mig, hvað gerði hann? Setur bara mynd af kaffibóllan. Já. Ekki neitt annað. Þetta þýðir bara við þurfum að hittast í bolla. Við þurfum að hittast í bolla. Nei, alls ekki nefnilega. Nú. Þú ert að segja þér, nei, ég ætla bara að sippa hérna á kaffibóllanum minn með rólehettunum og halda þessu bara fyrir mig, því miður. Aha, þú ert að basically Þú ert basically að setja sokki hann. Já, þú ert að setja sokki með kaffibóllan. Já. Er það samt ekki svolítið villandi? Já, ég er að segja, ég myndi ekki fatta að ég var að biðja eitthvað slúður af einhverjum félögum og myndi síðan, já, myndi bara henda kaffibóll í mig á Facebook að ég var bara að fatta. Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Rikki hélt bara að það væri ein Marlboro Lights og einn latte og bara myndi fá að heyra Ég hef bara aldrei heyrt svona kjafta það. Ok, ég kom á næsta kalli. Broskallinn sem er ekki með munn, hafið þið séð hann? Já, tannlausi broskallinn. Nei, hann er bara ekki með munn. Það er bara 2 augu og búið. Já, ok, bara augu, já. Ég hef ekki séð hann. Sko, þegar þú ert kannski að senda okkur fárlega heitum gæja. Akkur gæja, þú veist, akkur verið 3 kallar. Akkur tölum við ekki þú veist, að við ætlum að senda okkur stelpu. Ég er að tala með þú stelpa, senda okkur fárlega heita gæja. Ok. Og þú sendir honum hvað gerir kvöld, meistari? Og vöggasæðins, hvað er þetta? Og hann segir, hörðu, nei, kallinn nú bara frekar rólegur í kvöld. Það er bara bíó með strákunum og rólegheit. Þá setur þú þennan bróskall sem er með engan munn. Þá ert að segja, ég er ekki að tala við þig. Ég er það ósátt við þig núna, vinnur. En ég veit ekki hvað ég á að segja. Ég er ekki eins og með munn núna. Punktur. Það er bara þannig. Þannig að hún kemur sérst með þennan kall á hann. Já, bara þennan kall, ekkert meira. Það er KO. En virkar þetta ekki, kallmenn geta sendið þetta líka á kvennfólk? Já, líka það. Þetta er bara basically. Þú getur sett þetta til dæmis á blöð. Já, þetta er bara herru. Hann er leiðileg við þig eitthvað. Já, bara setja mitt. Veist, það er að fá okkur í kvöld. Nei, ég er góður. Þetta er talk to the hand. Ok. Og svínið. Það mynda svínið hana. Akkur finnst mér eins og það sé að fara að koma eitthvað á mig. Ok, áfram. Akkur, þú ert svín. Ég nú kallaði Donut Boy. Það er tilvílun, Richard. Það er að kalla þennan emoji kall Rikka G. Nei, ég er bara farið í svínið. Ef þú fær skilaboð, til dæmis, hvað er þetta að gera? Og þú sendir mynd af svíninu. Það er bara svarið þitt. Ef ég spyr, Richard, hvað er þetta að gera? Ég fær mynd af svíni. Þá veit ég að þú ert heima með meat and cheese upp í rúmi með allt með þér. Með snakk í naflanum. Og ef einhver sendi þér, Stendi, sá ég ekki lúin á KFC á það, Stendi? Bara mynda svínunu búið. Já, hendi svínið, já. Það er ekki að skrifa þetta meira. Nei. Bara ég er svín. En þú veist, hvert er þetta að þróast? Munum við bara tala saman með þessum fígurum með það? Já, sko, ég er að vona að eftir x mörg ár, segjum kannski 15 ár, þá sé bara, þú veist, þú hættir að skrifa, alveg. Þú veist, þú tala bara í emojis. Já. Og kúkurinn, hann vissi kúkin á hérna. Já, ég reyndar séð hann. Það kemur ótt og eina sem þú sér ekki, að kúkurinn. En það ríkur úr hann ekki, ríkur ekki úr hann. Nei, hann er brosandi. Hann er brosandi. Já, hann er með andlit, já. Það er, ef þú tart einhvern tímann að senda auðvitað eitthvað á Twitter eða private message á Tinder eða eitthvað þannig, þá skrifar aldrei auðvitað eða blöð. Þú setur alltaf bara myndin af kúknum fylgja. Og svo segir þú bara, hvern ertu? Þú segir aldrei eitthvað svona, blöð, hvern ertu? Það er bara mynd af kúknum og hvern ertu. Já. Og eða hvað er, veist, í staðir hvað er blöð að gera, og bara hvað er mynd af kúknum að gera. En kúkurinn ásast bara við auðumblöndar. Bara auðumblöndar. Það er ekki kúki við það er eins og fólk er að senda blöð eitthvað á Twitter, ekki skrifa eitthvað auði, hvað segir þetta, bara mynd af kúknum og séu hvað segir þetta. Því ég vil að vona að þín vegna hans ég ekki að vera að hlusta það er að þátt að ekki mér hann byrja bara alltaf ég ætla bara að vinna með þetta, hvernig er úti gamli? Þannig að þegar sko, ef emoji kallarnir myndu taka alveg yfir
og Auðun væri, sko, ef Öddiblöð væri einhvers þar að skrifa undir eitthvað, eða að skrifa nafnið sitt, segjum að var að gefa eiginandar undir eitthvað, þá myndi hann basically teikna kú og svo peningamerki. Það er ekki þá, það er undirskriftin hans. Cash. Já, verðum við ekki að láta þetta trenda þá á Twitter, þetta byrjir bara núna. Já, fólk fer að fara að vinna í þessu núna, það er bara hannig. En þetta er þessi 4 emoji kallar sér með þetta og ég er með aðra 3 og 4 næsta föstudag sjálfsögðu. Þetta er kennslan heldur áfram. Þetta er mjög gott, ég fíla emoji kennslan. Fræðandi. Já, það er mjög fræðandi að geta að fara að tjá sig bara með svo köllum, það er mjög gott. Gaman. Ódýrasti og besti kebabinn í bænum, Viking Kebab, Engihjalla 8. Og svo finnur okkur líka á Facebook. Ljómandi fallegt í IKEA. Skoðaðu úrvalið af nýjum kertum sem færa heimilinu hlýlega birtu og yl. Jólin þín byrja í IKEA. Philips Hue iStore, sérverslun með Apple vörur í Kringlunni. Snóker og Púlstofan, Lámúla 5, kynnir spennumyndina Legend. These are the Cray twins, Ronald and Reginald. Hörku spennumynd frá leikstjóra LA Confidential. Me and my brother, we're gonna rule London. Tom Hardy fer á kostum í hlutverki hinna alræmdu Cray-tvíbura. I come here for a proper shootout. Legend. Komin í bíó. Mikið úrval af nýlegum bílaleigubílum komnir í sölu. Bílahöllin Bílsöða 5, sími 567 49 49. Föstudagar eru pizzadagar. 3 fyrir 2 af pizzabotnum. Krónan fyrst og fremst ódýr. Galaxy S6 Edge og Edge Plus. Þeir eru báðir flottir. Annað kvöld á Húrra. Agent Fresco ásamt Víó. Forsala miða á tix.is. Sjáumst hress með Finnlandia í hönd. Bestu mögulegu hljóð og myndgæði sem völ er á þegar þú horfir á enska boltan í beinni. Enski barinn við Austurvöll. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. FM 95 Blö og já, það er orðið lítið eftir að þættinum en við þurfum að koma að íslensku slúðri. Steindi, yfir til þín. Já, sko, það er Ein spurning, er íslensk sérlepa skítað? Já, þau eru, sko, ég segi nokkið alveg að, jú, veistu, ég segi skýta. Af því að, sko, yfirleitt hafa Íslands seleb verið með svona, já, allt svona nokkuð lóðurétt niður sig og komist í slúður og svona, en... Og mér ber skild að taka það fram að Steinþórsson er verktaki 365-miðla og ég tek enga ábyrgða á þessu. Hann er verktaki inn á stöðinni. Mér finnst það mjög óþægild að heyra þetta áðurinn fyrir slúði. Hvað er verktaki? Finnst einhvern veginn svona eins og að ég, ekki vona góðu. En allavega, ég er allavega á því að ég ekki skjóta sendibóða. Við hendum okkur í þetta bara. En við byrjum á því og við ætlum að byrja á, það eru nokkur góðir hérna í slúðurinn, þetta eru 3 mólar og eins og alltaf all kallmenn. Þetta er bara, það er eins og dömund að séu bara einhvern veginn með meira, með sitt á hreinu, sko. Það er bara þannig því miður. En það er engin annar en Ingo Veðuguð sem er í fyrsti móli. Sá mikli höfðingi og það er nú búið að vera í fjölmjölum og ég fara svona, svo þú fattir kannski að ég sé ekki alltaf að bylla svo mikið þetta er búið að vera mikið í fjölmjölum en hann er sundlega málið. Já, það er búið að kæra hann fyrir það að fara í sund hánótt í Vestmannum með öðrum strákum og var að vesena á honum ég veit ekki hérna ég veit ekki Sko en hérna með Ingo hérna mér finnst ekki að skrítið við þetta. Ok, hvað? Þegar hver hefur ekki farið í sund eftir lokun. Ég þekki engan sem er ekki í ykkur öla eða ykkur geðveiki hoppaði ykkur girðingu og farið í heitan pott í ykkur sundlaug útsamt ekki það endar ekki hérna í hérastómi og hérna hefur þú gert það gilsi? Oftar en þú hefur hrist þig, Richard. Sko, ég ætla að viðkynna það líka í Mosesbæ var svona hefð hún er nú ekki ennþá sem betur fyrir en það var nú svona hefð að fólk hendi sér kannski sund eftir gott ball. Ég hef einu svona gert það. Það var allir einhvern tíma einhver flippi farið sund eftir lokun og sem greið Ingo, það sem ég grunar ég er ekki, ok, ég veit það ekki kannski ég er rátt fyrir mér það var ekki eitthvað meiri í gangi en bara heitu pottur eitt bjóra. Það er nefnilega málið. Ef þú fer í sund og eftir á nóttinni og myndir henda þér í pottinn og myndir bara taka draslið með þér og ganga vel frá þá held ég að það sé nú ekki mikið issue en sko, veitir hvað, fyrst og fremst er þetta náttúrulega sparki rassinn og sundlaugunum að vera kannski bara bjóða upp á opnatíma á nóttinni fá eitt starfsmann til að vera á nætuvakt og hvernig væri það? Það væri að vera sund á nóttinni. En nei, stoppa, hvað er með, þú veist, við vitum allt hvað er komið á það fram. Já, sem sagt, Ingo fer þarna í laugina ásamt vinu sínum með félugum og sem er nú ekki frásögufærandi nema hvað að
Það var vesen á þeim, alvöru vesen á þeim. Þetta var ekki bara að fara í pottin, fá sér eina Marlboro Lights og eitt gin og tónik og aftur upp. Ok, hvað var að gera þetta? Það var allt í rugli þarna hérna og það bara svolítið svo. Það verður bara að segjast eins og að þeir voru þarna félagarnir, það var eftir að þeir fóru, það þurfti 5 starfsmenn til að þrífa laugina. Það þurfti að loka og það þurfti að loka þrífa laugina? Það þurfti að þrífa svæðið og hvað þurfti að þrífa? Sko, þeir voru náttúrulega þarna félagarnir, þeir vippuðu sér úr. Þeir voru þarna hlaupandum allsbyrjir. Ha? Já. Okay. Voru ekki með skýlur og hlaupandi öllum allsbyrjir og þeir fara í pottin og allt þetta og svo byrjar þetta bara svona eins og þetta gerist sko, þú veist að þeir byrja að snáðast sko. Þeir fara í gufuna og byrja svona að snáðast hér og þar og aðkoman var ekki góð. Bjórdósir út allt Bjórdósir, málið það er til vídeo af þessu. Þetta var komst í, það starfsmenn sáu þetta í öryggismyndarum í sundlauginni og það var margt sem gekk hérna og það var búið að skýta hérna í rennibraut Steindi í einhverja barnabraut búið að skilja starfsmennin komi bara fljótandi partybaldri hérna í barnalauginni. Það er náttúrulega, það er tómt vesen að gera. Hvernig ætlar að þrífa það? Þú þarft að tæma hana alla, veiða kúkin, þarft að sóttreinsa. Þetta er tómt vesen. Þá eru brotna flöskur, onni í sundlauginni og það var allt út allt. Það var allt í kaosi þarna og þeir voru náttúrulega snáðast mjög mikið þarna. Og það voru menn voru að reykja smellís og sko á öryggismyndunum. Þá sést allavega þeir eru þarna í potti, í nuddpottinum. Og eru þarna eitthvað svona að snáðast. Þið veitir hvað þetta er. Ég hitta leiksins. Þeir eru að æsa hvort annan upp þarna í einhverju rugli og það lúkkar þannig allavega á þessum öryggismyndunum að þeir séu þarna með tillana í þessu nudd. Steindi! Hættu þessu! Þetta er allavega virðist vera þannig. Steindi, hættu! Öllu líkjum Þetta er komið gott. Næsti það hlýtur að vera en það er ágiskun. Steindi, næsti móli. Næsti móli, það er engin annar en Sigurður Hlöðversson dagskrá. Nei, ég var búin að segja þetta við. Nei, þetta er búið. Verðum því miður að lækka í Nas og Lauryn Hill. Það er eiginlega svona að koma að lokum hjá okkur en þá er við búið að lofa Gilsa stuðlagi. Málið, við höfum 3 mínútur. Við förum líklega hans yfir klukkan 6. Þetta er 3 mínúta styrralag. Findu trailerinn. Við höfum ekki tími í trailerinn. Þeir kvöttið á mig hérna og svo erum við að fara að henda hérna. Það settu trailerinn undir meðan ég útskýrði hvað er í laginu. Þetta undir sem betta bara. Já, ég ætla að tala Findan eða findu henni að vinna, Richard. Það er það sem er að gera það. Ok, ertu að fara að taka DJ Bobo eða DJ? Nei, nú er ég að koma með frekar nýtt. Já. Maður lækka aðeins bara því að ég þarf að útskýra fyrir ykkur hvaða frábæri artisti er að koma á fónin. En þetta er remix. Ekki oft sem ég hendi góðu remixi í stærulagið. Remix. Já. Og Mattias Richter sem er fæddur í Germany sem er mikill höfðingi. Hljómar bara eins og made up name. Hann er með Mattias Richter. Mattias Richter. Hann gengur undir listamannamni Tujamo og hann er með lag sem heitir Booty Bounce sem er eitt af minn uppáhaldslögum og Hattaveg og hann ákveða að fara í samstarf og hendi eitt besta lag sem ég hef verið heyrt. Þannig að ef þú ætlar að vera edrú í kvöld slögt á útvarpinu eða stilt yfir exið en ef þú ætlar að fá þér í glas þá mæli ég með bara að hlusta og Richard, þú mátt bara byrjaðu, íttu bara á play og lækka og lífs förunautar þetta stöðlagi þennan förstu dag. Það er ekki búið þannig við þurfum að kveðja eldsnögt og það er næsta drop kemur Ég ætla að gefa það af öllum þessum lögum DJ Mosquito og DJ Alligator DJ Bobo og DJ Málafokk og alltaf öllum þessum ógeðslegu DJ-um þá veist að þá er þetta kannski bara það skásta sem við komum með. Ég geti verið að skoða þetta lag í Spilum FM. Hallt í hestana fóli. En lækkið nú í okkur og sjáumst þetta förstu dag. Við þakkum fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Komdu til okkar í október og fáðu kalkunabeglu, steiktar kartöflur og ískalt kók af aðeins 999 krónur. Dunkin Donuts. Annað kvöld á Húrra, Agent Fresco, ásamt Víó,
Forsala miða á tix.is. Sjáumst hress með Finnlandia í hönd. Þegar þú kaupir D-vitamin bætta léttmjólk frá MS styrkir þú ekki bara þín eigin bein, heldur styrkir þú líka beinheilsu þjóðarinnar. Í október renna 30 krónur af hverri seldri fernu til tækjakaupa fyrir Landspítalann. Mjólkin gefur styrk. 25% afsláttur af öllum vörum. Er það Hafnarfjörður? Reykjavíkurvegi. Við elskum að búa til hamborgara. Það sem okkur dettur ekki í hug. Fylgstu með off-menu borgorunum okkar á Facebook. Roadhouse. Höfðabílar. Vantar allar gerðir af bílum á skrá. Hafðu samband og við seljum bílinn þinn. Höfðabílar, Fossálsi 27. Sími 577 4747. Hér er hamborgari sem er eins juicy og hamborgari getur verið. Grill 66 kynnir Bernalillo. Bernesborgaran sem þú verður að smakka með beikoni, sveppum, lauk, salati og að sjálfsögðu bernesósu. Fáðu þér Bernalillo núna. Grill 66. Betra grill við veginn. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Ef þú veist ekki hvernig þessi leikir fara, hver veit það þá? 1x2 í tippum. Októbertilboðin í 10.11. Neyðarlínan er heiðursborgari vikunar á Fabrikunni og fæst með 500 króna afslætti þessa vikuna. Fabrikan.